Góðan daginn og velkomin á annan fund. Ég heiti Gunnar Hersveit og fundastjóri í dag. Þetta semst fundur borgarlínuna, kynning á frumdrögum og vinnslutillögu að breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur. Þessum fundi streymt, annars vegar á Facebook Reykjavíkurborgar og hins vegar á reykjavík.is borgarlína. Dagskrárfundar þannig að borgarstjóri mun opna fundinn, þá mun Hrafnkell Proppe fjalla forsendur og frumdrög borgarlínunar, en hann forstöðumaður borgarlínuverkefnis. Stefán Gunnar Thors ráðgjafi hjá VFSO ráðgjöf mun fjalla drög að aðalskipulagsbreytingu vegna borgarlínunar. Þá verður fjallað næstu skref og tímaáætlanir og ég hvet ykkur til að senda spurningar inn á Facebook viðburðinn og við munum leitast við að taka við þeim og svara eftir að komið að dagskrárliðnum næstu skref. Og lokaorð mun Pavel Bartosek, varaformaður skipulags- og samgönguráð, flytja. Hérna einnig Ólöf Örvarsdóttir sviðsstjóri, Þorsteinn Rúnar Hermannsson samgöngustjóri, Björn Axelsson skipulagsstjóri, Erna Hrönn Geirsdóttir lögfræðingur, Haraldur Sigurðsson deildarstjóri á aðalskipulagi Reykjavíkur sem jafnframt verður ritari og Hallbjörn R. Hallbjörnsson frá Vegagerðinni. Þannig að við vonumst til að þetta geti orðið áhugaverður fundur og upplýsandi. Og þá bið ég Dag B. Eggertsson borgarstjóra að flytja okkur ávarp. Gerið svo vel. Takk fyrir Gunnar og komið blessuð og sæl. Það mjög ánægjulegt að vera með ykkur hérna á þessum fundi þar sem við erum að kynna frumdrögin annars vegar, lýsing á því hvernig verkefnastofa borgarlínu sem sameiginlegt verkefni Vegagerðarinnar, sveitarfélagana og höfuðborgarsvæðinu, sér fyrir sér að fyrsta lota borgarlínu verði útfærð í gegnum borgarlandið. Þetta í raun ávöxtur af margra ára ferli. Þegar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu lögðust yfir það hvernig þetta ná utan þróun byggðar á öllu höfuðborgarsvæðinu, að þá var alveg ljóst að við stóðum frammi fyrir býsna mörgum áskorunum og valkostum. Og sveitarfélögin lögðust yfir það í sameiningu að meta hverjir þeir væru og í hvaða áttir höfuðborgarsvæði gæti þróast. Í stuttu máli þá okkur að fara að fjölga 70.000 manns til 2040 á höfuðborgarsvæðinu. Og greiningar okkar sýndu að síðast þegar fjölgaði jafn marga á höfuðborgarsvæðinu, því að það hefur sannarlega gerst og reyndar oftar en einu sinni, að þá var það gert með því að byggðin braut undir sér nýtt land, hún þandist út og umferðin, hún jóks ekki að sama skapi, nei hún margfaldaðist í raun miðað við þetta, vegna þess að fólk hafði alltaf yfir lengri og lengri veg að fara til vinnu. Þetta sjáum við og kannski eitt megin einkenni skipulags á höfuðborgarsvæðinu að við búum mörg í jaðri byggðarinnar en sækjum vinnu miðsvæðis og þess vegna nokkuð langt að fara og þróun innviða eins og almenningssamgöngukerfa hefur ekki fylgt eftir þessari þróun, þannig að mjög hátt hlutfall fólks velur að nota einkabíl til þess að komast ferða sinna og þess vegna þrengir að í gatnakerfinu vegna þess að bílum hefur fjölgað gríðarlega og umferð hefur fjölgað gríðarlega mikið. Valkostirnir sem skoðaði voru var að halda áfram á sama hátt eða snúa við blaðinu, þétta frekar byggð, styðja við kjarna hverfana og kjarna einstakra sveitarfélaga
og tengja þannig og binda höfuðborgarsvæði betur saman sem eina heild með afkastamiklu hágæða kerfi almenningssamgangna. Það sem kom nokkuð á óvart var að þessi leið sem að fekk síðar nafnið Borgarlína er ekki bara betri fyrir þá sem ætla sér að nota almenningssamgöngur, heldur líka þá sem vilja komast ferða sinna í bíl. Hún kostar, en sá valkostur í heild sinni þegar allt er talið til er miklu, miklu hagkvæmari, bæði fyrir hið opinbera og fyrir heimilin og heildar áhrifin á samfélagið. Síðast en ekki síst að þá hefur þessi valkostur að leggja áherslu á afkastamiklar hágæða almenningssamgöngur og þróa allt höfuðborgarsvæðið í takt við það, miklu, miklu betri áhrif á umhverfið heldur eins og valkostur að halda áfram á henni hefðbundu, getum við sagt, eða gömlu braut, sem er þó ekki kjarnin í því sem við getum kannski kallað gömlu Reykjavík. Vegna þess að gamla Reykjavík var einmitt byggð sem var þétt, full af mannlífi, með kaupmann á horninu og hluti í góðu göngu eða hjólafæri fyrir flesta. Það var í raun bara miðja 20. öldina sem við þróuðum borgina á þá leið að fólk hefði yfir langan veg að fara og þyrfti helst að vera á einum og jafnvel 2 eða 3 bílum á hverju heimili til þess að ráða og mæta skipulaginu. Þannig að með þessari nýju þróun inn á við, með hágæða almenningssamgöngur sem hryggjastykkið í þróun Reykjavíkur áfram, þá erum við að sömu leyti að hverfa aftur til gömlu Reykjavíkur. Með mannlíf á götunum, kaupmann á horninu og áherslu á lífsgæði og samneyti íbúðana sem hér búa. En við erum ekki bara að hugsa borgin okkar, við erum líka að hugsa höfuðborgarsvæðið í heild, við erum að hugsa hagkvæmnina og við erum að hugsa umhverfið. Þetta voru forsendurnar. Vandinn felst oft í útfærslunni og við höfum trú á því að besta útfærslan verði til annars vegar með því að fá framúrskarandi fagfólk til þess að leggja saman og leiða saman hesta sína eins og hefur verið gert af hálfu vegagerðarinnar, sveitarfélagana og fagfólks af arkitekt- og verkfræðistofum í borginni. Og síðan með samtali við borgarbúa sem þekkja mjög vel sitt nánasta umhverfi og hafa iðulega lagt gríðarlega gott til þegar við erum að þróa byggð og breyta skipulagi. Og þess vegna er þessi fundur. Við viljum frá viðbrögð á frumdrögin, viljum frá viðbrögð á þær hönnunarforsendur og línur sem eru lagðar varðandi útfærslu borgarlínu í þessari fyrstu lotu, bæði hennar vegna og vegna framhaldsins sem eru næstu lotur þar á eftir. Og það er hægt að koma ábendingum á framfæri eins og hér mun nú koma betur fram á fundunum, bæði á samráðsgátt stjórnvalda og í tengslum við auglýsingu og aðalskipulagsbreytingum bæði Reykjavíkur og Kópavogs. En þetta er ánægjulegt tilefni, hér er gríðarlega mikið og áhugavert efni undir og ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri heldur bíð spenntur eftir að heyra innleggin á fundunum, viðbrögð eða spurningar og síðan ábendingar í því samráðsferli sem framundan er. Kærar þakkir fyrir þetta. Já, það er rétt, þessi fundur er einmitt til að fá fram viðbrögð, kalla þau fram. Og næstur á dagskrá er Hrafnkell Proppi, forstöðumaður borgarlínuverkefnisins, fjallar forsendur og frumdrög borgarlínunnar. Gerðu svo vel. Takk fyrir þetta, Gunnar. Komið vel sæl. Það er ánægjulegt að vera í þessum sporum að kynna fyrstu frumdrög að borgarlínu framkvæmdum og ég held að það sé ágætt að draga það fram að svona alla jafna
þegar frumdrög af samgöngumannvirkjum liggja fyrir þá er yfirleitt ekki blásið mikið í lúðra, en þar sem þetta eru fyrstu frumdrög að algjörlega nýjum innvið, þá kallar það einmitt á miklu víðara samtal. Við þurfum að fá athygli samfélagsins, við þurfum að fá viðbrögðin til þess að hafa þetta tækifæri til þess að kynna betur hvað felst í hágæðakerfi almenningssamgangna eins og borgarlínunni er ætlað að verða, og í rauninni hvernig við sjáum fyrir okkur að hún gæti verið útfærð í borgarrýminu. Þetta eru þar af leiðandi einnig verið að leggja forsendurnar að heildarverkefninu, þó sem er stórt langtímaverkefni sem verður byggt upp í nokkrum lotum, og svo erum við líka að leggja ákveðin grunn að hönnunarforsendum sem er þá hægt að máta, út af því að fyrsta lota nær, eins og þið sjáið, yfir ansi víðfemt svæði innan höfuðborgarsvæðisins, að mestu leyti innan Reykjavíkur 13 kílómetrar, en það er líka í rauninni Kópavogur þar undir. En þá eru þarna svæði sem er hægt að máta mjög víða allt höfuðborgarsvæðið og reyna átt að sjá hvernig gætu lausnir verið á fleiri stöðum heldur en akkurat þarna er undir núna. Við erum sem líka þá að kynna í grunninn ákveðnar hönnunarforsendur, og bara vil svona endur óma það sem borgarstjóri sagði hér áðan, að það er mjög mikilvægt að við fáum viðbrögðin. Við viljum eiga samtalið, við viljum í rauninni svona setja púlsinn á hinu ýmsu álitaefni sem verða alltaf þegar við erum að leggja til breytingar á borgarumhverfi til þess að geta unnið svo með það í næstu hönnunastigum. Þannig að frumdrögin eru sem slík ákveðin grunnu til samtals og ákveðin útgangspunktur hvernig við svo færum verkefni áfram og þróum þessar tillögur sem hér koma fram. Í því augnamiði að við endum með verkefni sem bæði heldur þeim gæðum sem aðeins stefnt og er með svona skýrar og sterkar eignarhald í samfélaginu. Það hefur komið hérna fram að viðfangsefnið sem höfuðborgarsvæðið stendur frammi fyrir er vöxtur. Það er mjög gleðilegt að vera hérna að vinna á svæði sem er í vexti. Það er, þó það séu fullt af áskorunum í því, það var það samt skemmtilegar áskoranir. Það er alveg hægt að vinna að vexti með hætti sem hefur mjög neikvæð umhverfisáhrif, en það er okkar skylda sem stöndum frammi fyrir því að móta í rauninni uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins til næstu ára, að áhrifin af þessum vexti verði sem minnst á þá sem fyrir eru, umhverfið, loftslagið og svo mætti lengi telja. Fjölgunin, þessi 70.000 manns sem Dagur nefndi hérna áðan, að væri svona í okkar spám til ársins 2040. Ef við tökum það eins niður í svona, nær okkur í tíma, að þá er að fjölga cirka 90 manns á dag á höfuðborgarsvæðinu. Hefur verið að gera það núna síðustu 5-6 árin og ekkert sem bendir til þess að það sé að fara að breytast mikið. Ef við reynum að uppfæra þetta yfir í ferðir og álagið sem þessi fjölgun hefur á samskiptanetið okkar, að þá er að bætast við svona 400 ferðir á hverri viku. Það er sem að núna það er miðvikudagur í dag, þennan miðvikudag eru svona jafnaði farnar 400 ferðir, fleiri ferðir á höfuðborgarsvæðinu heldur en miðvikudaginn fyrir viku. Við erum reyndar á sérstöku tímu núna, en svona gerum ráð fyrir að þetta sé svona almenn tími og engar miklar takmarkanir á lífi okkar vegna COVID. Og það skiptir gríðarlega miklu máli að við náum að dreifa þessu sívaxandi álagi með jafnari hætti og umhverfisvænni hætti heldur en okkur hefur tekist hingað til. Og borgarlínan er svona hryggjastykkið í þeirri hugmyndafræði að lyfta almenningssamgöngunum upp á hærra plan, en jafnframt er verið að búa til, eins og þið munu sjá, bæta aðstöður fyrir alla virka ferðamáta. Og svo heildarsýn sem kom fram í máli borgarstjóra hér áðan
birtist fyrir höfuðborgarsvæðið allt sem öll sveitarfélögin standa að, birtist í svæðisskipulaginu, birtist í þeirri sýn að það séu ákveðnir kjarnar og við tengjum saman þessa kjarna sem eru í öllum sveitarfélögunum í raun með samgöngu og þróunarásum. Þar ætlum við að byggja upp til langra framtíðar hágæða umgjörð utan hágæða almenningssamgöngur og þangað ætlum við að beina sem mesta vextinum. Og þannig að svo fyrsta lota sem við erum að kynna núna, hún púsl og ákveðið lykilpúsl í þessa framtíðarsýn. Það skiptir nefnilega máli að við erum í þessari stóru mynd með einhvern svona ramma og síðan koma útfærslurnar að einhverju skynsemi fylla inn í þann ramma. Bak við frumdraverkefni hefur verið liggja fjöldi bakgrunnsgagna. Ég ætla nú ekki að fara yfir þau öll en bara vísa ykkur á sem hafi áhuga að kafa dýpra í þessi mál á heimasíðu verkefnisins, borgarlínan.is, þar hægt að finna allar þessar skýrslur. Frumdragarskýrslan sjálf stórt og veigamikið plagg, en það ástæða til að vekja sérstaklega athygli á rýniskýrslu frá bandaríska ráðgjafafyrirtækinu BRT Plan. Hún aðgengilega á netinu, það bæði verið að rýna tillögurnar sem frumdragarhópurinn lagði til og einnig þær tillögur sem hafa verið að mótast varðandi leiðakerfið sjálft. Og síðan vil ég líka vekja sérstaklega athygli á þeirri leiðakerfisvinnu sem Strætó BS heldur utanum, því að borgarlínan raunni séð að hún sé hluti að Strætókerfinu eða bara almenningssamgöngukerfinu sem Strætó heldur utanum, að það liggur fyrir raunni fyrstu hugmynd að nýju leiðakerfi, nýju leiðanetti eins og við kalla það, sem Strætó hefur haldið utanum og við tekið fulla þátt í að vinna með þeim. Og sú vinna ennþá í þróun. Nú, og talandi leiðanetti að þá runnið kortið sem dregur fram þær leiðir, hvers þjónustan á að vera, grunnurinn að því hvernig við nálgumst skipulag þessa verkefnis. Þær tillögur sem liggja núna fyrir að nýju leiðanetti gera ráð fyrir að þetta verða 7 stofnleiðir sem við getum kallað rauninni verða borgarlínu kandidatar. Þær munu eftir því sem verkefninu vindur fram breytast í borgarlínuleiðir. Við getum sagt svona að við erum að vinna innan hugmyndafræði sem myndi teljast vera 3. kynslóð BRT-kerfa og þá að jafnaði þegar við erum kannski komið inn við uppbyggingu svona helming sem spannar helminga leið, að þá breytist stofnleið yfir í borgarlínuleið. Og ég kem betur inn á það eftir hvaða leiðir myndu breytast í borgarlínuleiðir við þessa framkvæmdir sem eru hérna kynntar. En þetta sem 7 stofnleiðir og þar sem ég sjá í heilalínur að þar rauninni innviða uppbyggingin eins og hún kynnt í samgöngusáttmálanum og það sem brotnalínur að það rauninni það sem faratækin að aka í bara hinu almenna göturými eins og við þekkjum það í dag. Þannig að það þessi sveigjanleiki sem við verðum að nýta til þess að geta keyrt leiðirnar enda á milli án þess að þvinga fram skiptingu á einhverjum sérstökum stöðum. Og það hentar mjög vel þegar við erum að vinna verkefni upp eins og samgöngusáttmáli leggur undir. Þessi uppbygging mun í rauninni ná yfir næstu 13-14 árin og þá mjög skynsamlegt að gera þetta svona í staðins að vera alltaf að breyta leiðakerfinu. En það ákveðna 2 lykilframkvæmdir sem fyrsta lotan sem algjörlega krúsíal fyrir leiðanetti, nýtt leiðanett, þannig að það geti í rauninni gengið í gegn. Annars vegar það ný tengingi við Fossvog sem tengir þá Kársnesi við Vatnsmýrina, getur við sagt, Kársnesi í Kópavogi og gerir í rauninni tengingarnar eða aðgengið að HR-svæðinu og Nauthólsvík allt aðrar heldur en í dag. Og svo hins vegar ný tenging yfir Elliðavoginn sem myndar þá hennan hnútpunkt við Vogabyggðastöð, þar sem við náum þá stóri skiptistöð á þessum stóru gatnamótum í dag, Reykjanesbraut, Miklabraut, þar sem ómögulegt að bjóða upp á skiptingu í almenningssamgöngum eins og staðan núna. Þannig að þetta eru 2 svona lykilaðgerðir í fyrstu lotu sem gera það okkur kleift að stíga þetta skref að innleiða þetta leiðanett.
Nú, sem grunnur á hönnunarviðmiðum, þá þarf náttúrulega að gefa ákveðna forsendur og forsendurnar sem við erum að miða við að farartæki að þessari gerð geti komið ekið bæði göturnar og stoppað við stöðvarnar og hvað varðar stöðvarnar þá erum við þá að leggja megin fókus á þjónustu, aðgengi, öryggi og þægindi notenda. En við gerum sem þetta ráð fyrir að í framtíðinni geta ekið alltaf 24 metra langi vagnar, þó svo kannski til að byrja með verði nægjanlegt fyrir okkur að notast við 18 metra, en þá mjög mikilvægt þegar verið að fjárfesta í innviði sem á að standa til næstu áratuga að við erum örugglega með rýmdina innan þess sem getur tekist á við þann vöxt sem við sjáum fyrir í kerfinu og á höfuðborgarsvæðinu. Göturými sjálft, þetta snýst ekki bara að bæta skilvirknina í almenningssamgöngum, heldur rauninni að bæta aðstöðu fyrir alla virka ferðamáta, því að allar ferðir okkar í almenningssamgöngum þær hafa bæði upphaf og endi, það sem við ferðust á okkar fæti, hvort sem það er gangandi, hjólandi eða á hlaupahjóli. Þannig að það er mjög mikilvægt að göturýmið þar sem við erum með hágæða almenningssamgöngur taki mið af því að það verði fleiri gangandi og hjólandi þar. Og þess vegna þarf við að leggja áherslu að bæta þessa aðstöðu, gefa því aukið pláss og það sem við höfum lagt á fram svona ákveðið kjörsnið sem gerir þá ráð fyrir að allir ferðamátar fá sitt pláss. Það er ansi breitt, eða ríflega 35 metrar og við sjáum það betur kannski á eftir að við höfum ekki allstaðar þetta svigrúm og þá þarf við að gefa ákveðna afslætti. Stundum erum við að reyna að beina umferð hjólandi eitthvað annað. Stundum gerum við ákveðna tillögur að fækka akreinum eða breyta umferðarskipulagi, tvístefnugata í einstefnugötu, fækka bílastæðum í götunni og annað slíkt. Sumstaðar gefum við líka afslátt á sérrýminu fyrir almenningssamgönguna en reynum þá að leysa það að tryggja það að borgarlínan og strætó hafi þá forgang á ljósum til þess að tafirna verði sem minnstar í kerfinu. Þannig að allt þetta er undir og þið sjáu það mjög vel í frumdröfunum að það er hægt að skoða þessi snið og sjá hvar eru þá blandanir eða gefnir einhverju afslættir frá þessu kjörsniði. Nú, stöðvagerðirnar það eru dregnar fram 3 mismunandi tegundir af stöðvum. Sú minnsta almenna stöðin er lang mest notuð. Við segja að það sé yfir 90% stöðva sem eru almenna stöðvar. Við erum svo með tengistöðvar, það sem eru þá svona, þarf að vera rými fyrir að fleiri en einn vagn sé að stoppa einu, þá þarf pallurinn að vera ennþá breiðari. Það sem 2 vagnar eru að koma kannski með snertiflöt á sama andartakinu. Og síðan eru það þá ennþá stærri tengistöðvar sem eru með tengingar við leiðir, landsbyggðarleiðir, flugvöllin og þess háttar, það sem vagnar þurfa að geta hinkrað eftir farþegum í lengri tíma og þá þarf að vera farvegur fyrir leiðirna sem keyra stanslaust framhjá. Nú, heildarlotan lítur svona út. Ég mun fara betur í gegnum hann núna eftir en ég ætla bara að draga fram þessa stóru mynd. Þetta er 14,5 kílómetrar allt til alls að göturými sem þarna er undir. En við bara leggja sérstaka athygli á því að þetta er ekki bara forgangsreinar eða borgarlínubrautir sem verða 14,5 kílómetrar heldur verið að leggja þarna til nýja hjólastíga ríflega 18 kílómetra og bættar göngustíga og stéttar rúmlega 9 kílómetra. Heildarkostnaður fyrir þetta verkefni er metin á 25 milljarða og skiptist á milli ólíkra aðila. Samgöngusáttmálinn á þar langstærsta hlutin. En á ég ekki bara að kynna Stefán til leiks og hann svo mig aftur. Ég einfaldast. En Stefán Gunnar Thors mun núna fara betur í gegnum draugin eða tillöguna, draugin að aðalskipulagsbreytingunum
og hvernig í rauninni hvaða hlutir af borgarlínu framkvæmdunum er í rauninni þar undir, umhverfismat og annað slíkt áður en ég kem svo hér aftur inn og fyll í myndina. Selveriði? Já, eins og Hrafnkell sagði þá ætla ég að fara svona stuttlega yfir í rauninni og kynna svona megin inntak draga að aðalskipulagsbreytingu í Reykjavík og þau snúa að fyrstu lótu borgarlínunnar frá Ártúnshöfðanum að Fossvogsbrúnni. Borgarlínan fyrsta lótan hún heldur síðan áfram inn í Hamraborgina en það er í rauninni sambærileg aðalskipulagsbreyting í vinnslu þar í Kópavogi. En þessi drög af aðalskipulagi þau innihalda, það er sem þeir bara af hverju er verið að breyta aðalskipulaginu. Þau segja frá hvaða er tillögum bindandi ákvæði í skipulaginu og síðan leiðbeinandi viðmið hvernig að nýta aðalskipulagi í frekari útfærslu og svo er náttúrulega umhverfisskýrsla. Og ef við förum bara aðeins yfir fyrst af hverju að breyta aðalskipulaginu. Dagur kom náttúrulega inn á það svæðisskipulagi 2015. Þá var þessi bara stóra ákvörðun að vera með hágæða almenningssamgöngur og samgöngu og þróunarása og 2018 var komið inn á inn á að frekari útfærsla á þessum ásum og hvar borgarlínan skyldi liggja sem byggði meðal annars á valkostagreiningu frá verkfræðistofu COVI og þar var þá líka sagt frá mikilvægi borgarlínustöðva, hvaða viðmið ætti að horfa til við ákvörðun á stöðvunum og hvernig sveitarfélögin ættu sína standa uppbyggingu í kringum þessa ása. En jafnframt sagði svæðisskipulagið það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þau þyrftu að innleiða þessar ákvarðanir inn í sitt aðalskipulag og það er þá borgarlínan og stöðvarnar. En auk svæðisskipulagsins sem var náttúrulega samþykkt á öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þá er samþykkti Alþingi samgönguáætlun þar sem stefnan að breyta ferðavenjum á höfuðborgarsvæðinu og flýta framkvæmdum því tengdu, þar með talið borgarlínunni. Og síðan er þessi bara mikilvægi samningur sem var gerður á milli ríkisins og sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu sem er samgöngusáttmálinn. En þar er bara gerð mjög skýr grein fyrir því hvaða áfangar eru í borgarlínunni sem á að byggja upp á næstu 15 árum. Það er líka hvaða aðrar framkvæmdir á að ráðast í til þess að stuðla að breyttum ferðavenjum. Og þar er verið að tala alla ferðamáta. Það er talað leguna, hvar borgarlínan eiga að vera, tímasetningar á uppbyggingu og líka bara kostnaðinn og hvernig þessar framkvæmdir eru fjármagnaðar. Þannig að þetta er allt saman mjög mikilvægir þættir. En þessi drög eru líka bara ákveðin, framlenging eða útfærsla og þessar bara skýru stefnu sem er nú þegar í aðalskipulagi Reykjavíkur breyttar ferðavenjur, umbreytingu borgarrýmisins og þéttingu byggðar. Og auk þess er í rauninni væntanlega bara fljótlega að fara í loftið tillaga aðalskipulagsbreytingu þar sem gerir enn betur grein fyrir því hvernig á að byggja upp í kringum þessa samgönguása sem svæðisskipulagið leggur fram. Þannig að þetta er svona í rauninni grunnurinn, þetta er af hverju erum við að þessu og af hverju erum við að setja þetta inn í aðalskipulagsbreytingu og Reykjavíkurborg hefur ákveðið að gera þetta sérstakri breytingu bara til að ýta undir mikilvægi borgarlínunnar og breyttra ferðamáta og ýta undir þau markmið sem þau ætla að sjá fyrir sér með kolefnishlutlausu borgarsamfélagi, með forgangi almenningssamgangna og annarra ferðamáta. Þannig að þess vegna er þetta tekið svona sérstaklega út. En það sem þessi drög eru, þetta eru rauninni bara drög, það er bara verið að sýna inn á spilin svona hvaða hugmyndir eru í gangi núna sem verður svo unnið áfram með.
að þau snúa að þá legu borgarlínunar frá Ártúnshöfða að Fáskrúðsbrúnni. Þau gera þá grein fyrir kjarnastöðum sem eru þessi stóru hnútpunktar í leiðanetti almenningssamganga, en þau gera líka grein fyrir ákveðnum stokkalausnum sem gert ráð fyrir í aðalskipulaginu og sem eru í rauninni þörf á í kringum þessa í rauninni umbreytingu borgarumhverfisins. Og leiðbeinandi viðmiðin sem við verðum að kynna að þar sem borgarlínan þar verði forgangur fyrir borgarlínuna og virka ferðamáta sem þá gangandi og hjólandi. Það er líka leiðbeinandi viðmið hvar aðrar borgarlínustöðvar verða staðsettar og hvernig eigi og hvað þurfa að taka tillit til við slíkar ákvarðanir. Þá erum við að horfa á að það þarf hvað baklandi á viðkomandi stöðu, hvað verið að byggjast upp, hvað mikið af íbúðum, atvinnufermetrum, hvernig aðgengið að þessum stöðum og hvað langt á milli stöðva. Og þarna eru sett ákveðin viðmið þá fyrir aðila til þess að skoða og meta þegar það farið í deiliskipulag eða frekari hönnun. Í drögunum líka gefin sýndar tillögur það hvernig þetta göturými, það sem borgarlínan mun fara hvernig það breytist. Og því að það verða breytingar, það alveg klárt, með því að breyta forgangsröðun ferðamátana, þá verða breytingar og mun Hrafnkell mitt bara fara yfir þær betur og eftir og sýna ykkur dæmi, en þetta eru líka inn í drögunum. Og það sem í rauninni bara mjög áhugavert við þessi drög að það eru svo ítaleg gögn sem fylgja núna á þessu stigi sem þessi frumdragaskýrsla. Hún í rauninni fylgiskjal með þessum aðalskipulagsbreytingu. Þannig að fólk á að geta sögt sér í og skoðað hvað felst í þessu fyrirbæri og hvað felst í því að þessu umbreytingu borgarinnar og hvaða hönnunarviðmið verið að horfa til og erlendu fordæmi. Nú loks þá í þessum drögum umhverfisskýrsla þar sem gerð grein fyrir helstu umhverfisáhrifum af þessari breytingu og byggir á fyrirliggjandi gögnum og þá að tala í rauninni, það í rauninni loftslagsmálin, loftgæði, hljóðvist, opin grænsvæði, verndarsvæði og þess háttar. En þetta í rauninni bara fyrsta skrefið. Það svo margt í gangi sem verið að vinna að núna, mörg verkefni sem munu hafa áhrif á frekari skipulagsvinnu fyrir borgarlínuna og þess vegna mjög mikilvægt að fólk sendi inn og komi núna með ábendingar það sem þeim finnst drögin og bara þannig að það gleymist ekki að athugasemdafrestur til 30. maí. Því að byggt á þessum bæði bara viðbótargögnum sem ég mun að segja frá og eftir og náttúrulega þessu mikilvæga samtali við hagaðalega íbúa hvað hægt að gera betur og þau sjónarmið sem eru upp þau svæði því að það verða breytingar bæði náttúrulega heild borgin og síðan ákveðna staðbundna breytingar. Þannig ég hvet alla að senda inn ábendingar. En til þess að þá að fara aðeins yfir þessar bindandi eða tillögur eða drög að bindandi ákvörðunum sem koma fram í þessari aðalskipulagsbreytingu, þá það til að byrja með hvar á borgarlínan að liggja. Og þessi mynd þá sýnir að hún frá Krossmýrartorgi í Ártúnshöfða, fer yfir Elliðavoginn, fylgir Suðurlandsbrautinni, Laugaveginum, fer síðan Hverfisgötuna, Lækjargötuna og sittvoru megin við Tjörnina, fer síðan Suðurgötuna og Háskólasvæðið og þaðan fer hún síðan á þróunarsvæði BSI-reit, Landspítalinn og þaðan yfir á Hlíðarenda, síðan Nauthólsveginn og að HR. Og á þessum leiðum í rauninni stefnan sú að borgarlínan og virkir ferðamátar verða í forgangi. Það þarna sem göturýmið kemur til með að verða með breytingar. Síðan í rauninni 4 kjarnastöðvar í þessari fyrstu lotu borgarlínunar og svo fyrsta í rauninni Vogabyggðin, ný stöð sem verður mjög mikilvæg tenging
Síðan er það Hlemmur, síðan er það Lækjartorg og loks er það í rauninni BSI-reiturinn. Og þetta eru þessar, hvað ég segja, stóru tengistöðvar sem eru svo mikilvægir í þessu nýja leiðanetti almenningssamgangna sem Hrafnkell nefndi hér áðan. Nú, það er, eins og ég segi, við erum bara á fyrstu stigum og það er verið að skoða ýmsa valkosti og í drögunum er sérstaklega bent á 4 svæði og til að byrja með ef það þverunin yfir Elliðavoga, það er í rauninni liggur ekki fyrir nákvæm útfærsla hvar sú þverun mun liggja, hvar kjarnastöðin verður nákvæmlega og hvernig verður farið yfir Sæbrautina. En þarna er heilmikil vinna í gangi, það er hugmyndaleit útfærslu í gangi á vegum borgarinnar. Þannig að það er ýmislegt sem eftir að koma í rauninni fram sem er hægt að nýta í frekari útfærslu á þessum kafla. Sama má segja síðan háskólasvæðið. Það voru gerða breytingar frá þeirri tillögu sem kom fram 2018 í svæðisskipulaginu. Þar lá borgarlínan með hringbrautinni en í undirbúninginni hefur ákveðið að leggja fram tillögu að fara háskólasvæðið til þess að ná þeim bara mikla farþegagrunni og bara þeim stóra vinnustað sem þar er og lengja þar með aðeins leiðina. En það er alveg ljóst að í frekari skoðun þarf að bara kanna þetta ekki örugglega betri leið en að fylgja hringbrautinni. Síðan er annað stórt þróunarsvæði sem má eiginlega segja alveg frá BSI-reit og að gamla Miklatorgi og þar er líka mikil þróunarvinna og hugmyndaleit í gangi hjá borginni hvernig eigi að útfæra þetta svæði, hvernig verður hægt að tengja borgarlínuna yfir hringbrautina, Miklubrautina og sú vinna sem þar í gangi mun alveg örugglega skila sér inn í upplýsingum sem nýtast í skipulagsvinnuna. Og loks er það HR, þar er vinna í vinnslu deiliskipulag sem mun hafa áhrif á endanlega útfærslu í aðalskipulagi. Nú, ég nefndi stokkana, þessi drög taka líka á gera tillögu stokkalausnir í tengslum við borgarlínuna og fyrst er það, má nefna í rauninni bara fyrsta áfangun í Miklabrautarstokk sem er þá til þess að tengja þessi svæði í rauninni Landspítalasvæðin og svæði sunnan við hringbrautinu Miklubraut betur saman, draga úr umhverfisáhrifum bílaumferðarinnar og gefa tækifæri til þess að þarna geti almenningssamgöngur og virkir ferðamátar farið yfir með greiðari hætti en áður. Síðan er það í rauninni Sæbrautarstokkurinn sem tengist í rauninni það sama, það er rauninni að draga úr, umhverfisáhrifum bílaumferðana í samræmi við bara þróun Vogabyggðar en líka hvernig hægt að koma tengingunni yfir Elliðavoginn og að Suðurlandsbraut. Þannig að þetta eru þessar tillögur bindandi ákvarðanir og það þýðir bara það að ef það helst svona áfram að ef það á að breyta legu eða leggja til færslu á kjarnastöð eða falla frá stokkalausnum þá þarf að breyta aðalskipulaginu á nýju. Það er það sem þessi bindandi ákvörðun myndi fela í sér. En eins og ég segi, við erum á fyrstu stigum og ég ætla þá aðeins að segja ykkur frá því hvað annað er í vinnslu í tengslum við borgarlínuna og tengda framkvæmdir. Því að það er svo margt og það mun skila sér inn í meðal annars aðalskipulagið. Eðlilega er það náttúrulega þegar þau gögn liggja fyrir þá liggur fyrir endaleg eða tillaga sem fer síðan í formlega auglýsingaferli og það byggir náttúrulega líka mikið á því hvaða ábendingar koma fram á þessu kynningaferli sem er núna til 30. maí.
Það er búið að ráða nýtt hönnunarteymi sem á að fara að taka þessa fyrstu lotu og vera með forhönnunina. Hún fer yfir þessi frumdrög, þennan doðrant sem fylgir með og er að skoða þær útfærslur sem við erum með hérna í borgarlínunni. Það mun alveg klárlega leiða til einhverja breytinga sem mun þá skila sér inn í tillögu að aðalskipulagi. Það er verið að vinna umhverfismat fyrir borgarlínuna og það er ýmsar rannsóknir og athuganir sem er verið að fara í þar sem eru mjög mikilvægar til þess að upplýsa helstu áhrif, heildaráhrif og staðbundin áhrif. Þar eru þá líka valkostir til skoðunar að öllum líkindum sambærilegir þeim sem eru hérna, sem ég fór yfir áðan. Og þetta umhverfismat og þær rannsóknir og athuganir sem þar liggja fyrir, þær verða náttúrulega kynntar bara eins og lög gera ráð fyrir, þannig að enn og aftur gefst þarna tækifæri til að kynna sér þá þarna áhrif borgarlínunnar á náttúru samfélag, á umferð og hægt að koma með ábendingar inn. Og loks það í rauninni deiliskipulag sem borgin og er byrjuð á hérna, deiliskipulag ákveðna svæða sem borgarlínan í, það sem sýnt í rauninni útfærsla göturýmis, borgarlínustöðva eða nærumhverfinu og enn og aftur þar líka kynning og samráð. Þannig að hægt að átta sig betur á því hvað að breytast í borgarumhverfinu okkar. Og til þess að þá aðeins að bara segja þær upplýsingar sem munu koma fram á næstunni snúa meðal annars að því það sem þessi forhönnunarhópur kemur með hvernig breytist göturýmið. Hvernig verður þá farið yfir þessar hugmyndir sniðin í götukassanum, hvernig forgangunum hættað, verða bílastæðin áfram eða ekki, verður farið inn á lóðamörk eða ekki. Mjög mikilvægir þættir til þess að gera grein fyrir hvað þarf til þess að ná þessum forgangi sem stefnt að. Það liggur fyrir það nýtt í rauninni samgöngulíkan fyrir höfuðborgarsvæði. Það sem gerð grein fyrir í rauninni spá þróun umferðar til næstu ára með og án borgarlínuna og breyttra ferðavenja. En auk þess mun á næstunni fara ítalegri greining þar sem skoða meðal annars hvernig gatnamót, funksjónu gatnamót að breytast með forgangi í borgarlínunar og hvernig það hefur þá mögulega áhrif á umferðarleggjetu götum. Þessar upplýsingar munu liggja fyrir. Og byggt á þessum umferðarspám og líkunum verður hægt að fara með mun ítalegri hljóðvísútreikninga og reikninga á loftgæðum í kringum borgarlínusvæðið. Nú það gerð grein fyrir því hvernig áhrif á verndarsvæðin verða og bara þannig að það sé sagt í þessum fyrstu frumdrögum þá var mikil áhersla lögð á það að fara skerða ekki Vatnsmýrina og skerða ekki Tjörnina og hönnunarforsendurnar eru líka þær að það verði ekki raskað, elliðaánum verði ekki raskað. Og það má kannski bara segja það að miðað við fyrirliggjandi upplýsingar að þá verið að draga úr, sem sagt borgarlínan, samgöngulíkanið að segja það að það dregur úr bílaumferð og það leiðir til þess að hljóðvist og loftgæði þau batna á heildina litið og í einstökum götum og sérstaklega það sem borgarlínan fer Nú þetta samgöngulíkan mun einnig hjálpa okkur til að sjá erum við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, erum við að ná þessu kolefnishlutleysi sem stefnt að og þurfum við að gera meira. Það er mjög mikilvægt þegar við erum að breyta í rauninni ferðamátum að fara yfir hvernig umferðaröryggi háttað fyrir þessa ferðamáta. Og þannig að þar kemur hönnunarhópurinn sterkur inn. Það þarf að skoða áhrif þverunar Elliðaárvogar og Fossvogar. Það reyndar liggur ágætlega fyrirvarandi Fossvoginn en Elliðaárvogurinn í rauninni svolítið eftir og það koma þá nýjar rannsóknir. Það sem líka mikilvægt og það þessi umbreyting borgarumhverfisins að það sé hægt að sýna betur hvað að breytast í heildstæðri mynd, þannig að það ýmislegt að byggjast upp í kringum borgarlínuna og
það verður þá gerð betur grein fyrir því hvað og hvernig eru bara nákvæmlega borgarlínuna að breytast, hvaða gæði að koma upp, og í þessari breytingu sem ég nefndi sem væntanlega verður í auglýsingu fljótlega með breytingu á aðalskipulaginu varðandi forgangsröðun uppbyggingarsvæða, að þar kemur fram hvaða svæði þetta og hvaða viðmið þarf að hafa til þess að tryggja þessi gæði og umbreytingu á borgarumhverfinu sem stefnt að. Og loks síðan eru úttekt á því verið að fara inn á útivistarsvæði og eru mögulega verið að breyta eða raska einhverjum fornleifum. Miðað við fyrirliggjandi gögn svo ekki. Þannig að þetta það sem mun bætast við á næstunni, þannig að það alveg heill hellingur. Við erum bara á fyrstu metrónum og þess vegna áður en og bara meðan þessar rannsóknir í gangi, það svo mikilvægt að fá að heyra og fá ábendingar hvað það sem fólk telur mikilvægt að sé skoðað, hvort sem rannsóknir eða valkostir eða útfærslur, og fá það inn sem fyrst, þannig að öll þessi verkefni sem við erum að tala geti nýtt sér sem flest sjónarmið og ábendingar. En þá rétt að fara aftur í göturýmið, og þá ætlar Hrafnkell að segja eitthvað aðeins frá þeim dæmum eða tillögum sem liggja fyrir nýtingu og breytingu göturýmisins. Takk fyrir það, Stefán. Stefán er búinn að fara gróflega yfir lotuna sjálfa. Við skiptum henni upp í frumdrögum í rauninni 6 leggi sem þið sjáu hér í mismunandi litum, og ég ætlum bara að vinda mér að fara svona stuttlega í gegnum þá, og vil þó vekja aftur athygli á að það greinagóð lýsing á þeim. Það tiltölulega auðvelt að rata í frumdragaskýrslunni niður og þá leggi sem snerta viðkomandi hverfi og sjá þar í rauninni hvað verið að leggja til í varðandi einstaka götur, stöðvar, það dregin áhrif á umferð, það kemur fram líka í rauninni svona snertingin við leiðakerfið og ýmsa fleiri upplýsingar. Ártúnshöfðin nýtt hverfi í rauninni í hraðri umbreytingu. Þarna verið að breyta, hér erum við að horfa yfir það sem Malbikunarstöðin sirka og þarna í rauninni að fara að byggjast upp gríðastórt hverfi á svæði sem illa tengt almenningssamgöngum í dag, og skipti gríðarlega miklu máli að þeir íbúar og svo starfsemi sem þarna fer inn geti farið að haga svona sínum málum og með það að markmiði að dreifa álaginu á samgönguinnviðina sem best, og þess vegna mjög mikilvægt að koma þarna strax inn með hágæða almenningssamgöngur. Við erum að vinna, eins og Stefán nefndi, byrjum á Krossamýratorgi sem má segja sé á mótum Stórhöfða og Breiðhöfða. Þar verður Stórhöfðin framlengdur niður að Sævarhöfða og ný framkvæmt, og síðan yfir í rauninni Elliðavogana. Þarna það sem Stórhöfðin meira og minna ný gata, mjög auðvelt að leggja út sniðið sem við erum að stefna að. Og annars vegar erum við með snið til sýnis hér, þar sem við leggja þessar tillögur sem draga fram hvernig umhverfi gæti verið á Krossamýratorgi, sem því að hluta til bíllaust, og síðan á Stórhöfðanum sjálfum, þar sem væri þá bílaumferð, en þó fullt sérrými báðar leiðir og mjög góð aðstæða fyrir hjólandi og gangandi. Næsti leggur Suðurlandsbrautin og að Hlemmi. Hér eru að fara inn í umhverfi sem í rauninni liggur fyrir stefna að breyta. Þetta hefur verið þróunarás í skilgreindur í gildandi aðalskipulagi borgarinnar og gert ráð fyrir að Suðurlandsbrautin og Laugavegurinn breytist í borgargötu, og við getum kannski verið að sjá hérna ákveðin svona fyrsta vísi að hvernig þær geta litið út. Ég kannski
byrja því að vekja athygli á að þar sem eru dregnar punktalínur utan að stöðva eða hluta, þar verið að skoða málin sérstaklega og hér eru 3 af 5 stöðum til skoðunar og þá það ekki síst tengist það þessum tillögum sem verið að móta heildarlega kerfinu. Það skiptir mjög miklu máli að þetta passi allt saman þegar svo endanleg hönnun liggur fyrir. Á Suðurlandsbrautinni verið að gera ráð fyrir talsvert mikilli breytingu á götuumhverfinu, að það verði þá svona borgargata, þar sem gangandi, hjólandi, almenningssamgöngur fá mun meira svigrúm og rými heldur en í dag, svæði nýtt til þess að gera götuumhverfið aðlaðandi og í rauninni má auðveldlega sjá fyrir sér að þetta geti haft í rauninni áhrif á þróun borgarinnar eftir þessum ás. Laugavegurinn einnig þarna undir og þar í rauninni verið að vinna á þeim grunni sem þegar búið að marka í þá skipulagsvinnu hjá borginni. Það sem verið að vinna með almenningssamgöngunar í miðjunni og þarna fáum við mjög langan ás sem við náum góðu sérrými og við erum áður en við svo komum í miðborgina sjálfa, það sem bara hreinlega þrengra og erfiðar að glíma við rýmið. Frá Hlemmi og niður í Kvos farið eftir Hverfisgötu. Þar njótum við góðs af þeim framkvæmdum sem þegar búið að liggja í, þannig að það tillögur snúa þá sem við erum að leggja fram snúa meira svona að kannski örlítill uppstokkun í yfirborðinu en í grunninn erum við að vinna á Hverfisgötunni eins og hún Síðan farið eftir Lækjargötu og síðan umhverfistjörnina, þannig að þá rauninni einstefna sikkor megin við tjörnina fyrir þá borgarlínu og almenningssamgöngur. Hér verið að vinna með afslætti á Hverfisgötunni í höfum mjög lítið pláss. Þannig að tillögurnar gera þá ráð fyrir því að borgarlínan fái sér rein eða sína borgarlínu braut í aðra átt eða til vesturs, en til austurs verður þá einstefna fyrir bíla og þar aki borgarlínan í blönduðum akstri. En á Lækjargötunni hins vegar verið að leggja til að það sé fullt sérrými að tjörninni í rauninni. Háskólasvæðið eins og Stefán kom ágætlega inn á að það var skoðað sérstaklega og það var ákveðin valkostur þegar við lögðum á stað. Einn af þessum valkostum sem nefndir eru hvort við værum áfram á Hringbrautinni eða tækjum lykkju í gegnum háskólasvæðið. Tillögurnar okkar gera sem þetta ráð fyrir því að lykkjan verði farin. Og auðvitað margt sem við þurfum að svara áfram í áframhaldandi vinnunni, bera þessa valkosti alltaf áfram saman áður en svo endalega ákvörðun tekin. En tillagan gerir ráð fyrir því að það muni í rauninni og við styðjum það ákveðnum rökum að það sé betra fyrir höfuðborgarsvæðið í heild að auka þjónustustig fyrir almenningssamgöngur á háskólasvæðinu. Það líka betra fyrir sá skipulagsvinnu sem að stað inn hjá háskólanum sjálfum, að nýta þá rýmið betur sem innan háskólasvæðisins til framtíðar uppbygginga og geta þá skaffað á móti betri aðstæður, tenginga getur við sagt með almenningssamgöngum sem gerir þeim þá rauninni kleift að vinna betur á þessum auðu svæðum sem eru mjög mikið notuð sem bílastæði í dag. Við munum leggjum þá til að þessi farið eftir Suðurgötunni og síðan Njarðargötunni og þannig erum við að vinna með sérrými, fullt sérrými í báðum áttum en þegar við förum Sturlugötuna þar lagt til að sé blandaður, sé blöndunni á sérrýminu og bílagötunum að hluta til. Vatnsmýrin í mikilli uppbyggingu. Og hér sjáum við í rauninni mynd af götu sem búið að leggja og hún þannig úr garði gerð og það mjög auðvelt að koma sérrýminu fyrir í miðjunni og
þið sjáu glitta þarna í tengingu yfir á Snorrabraut sem ekki til staðar í dag og sem ákveðin lykilforsenda og þessi tenging við Miklabrautastokk sem annað verkefni innan samgöngusáttmálans og svo Landspítalasvæðið þarna í bakgrunni. Þetta gríðarlega mikil uppbyggingarsvæði, bæði Landspítalinn og í rauninni með sanni hægt að segja að borgarlínu framkvæmdir séu farnar í gang á Landspítalanum. Þið sjáu þarna gert ráð fyrir stöð við nýjan meðferðarkjarna sem í uppbyggingu og þarna fylgjum við í rauninni bara þeim takti sem innan þess uppbyggingarsvæðis. BSI-reiturinn sérstaklega til skoðunar og einnig í rauninni lokið á Miklubrautastokki og þarna gæti orðið einhverja breytingar á staðsetningu stöðva eða viðbótarstöðvum en það rauninni eitthvað sem við tökum fyrir á næstu skrefum. Það farið niður á HR og svo yfir brú yfir Foss og nýja brú sem það einmitt nýbúið að auglýsa þar hönnunarsamkeppni. En hér sjáum við tillögur að þeim götusniðum sem þarna liggja, Arnarhlíðin annars vegar og Nauthólsvegur. Þó við séum að fjalla eingöngu hér aðalskipulagsbreytingu í Reykjavík en þá vil ég bara vekja athygli á í frumdrögunum sem fylgigagn með aðalskipulagsbreytingunni í Reykjavík og fylgigagn með sambærilega aðalskipulagsbreytingu sem í kynningu núna í Kópavogi, að þá líka hægt að sjá hvaða tillögur liggja fyrir leiðina í Kópavogi. Og þessi mynd rauninni fyrir framan Ráðhúsið í Kópavogi sýnir þá mót Borgarholtsbrautar og Digranesvegar og þegar komið yfir nýja brú yfir Fossvog þá farið eftir Vesturbænum í Kópavogi að Hamraborginni. Það hægt að sjá, eins og ég sagði, tillögur miklu nánari í frumdrögunum að götusnöðunum og svona til að draga þetta svona saman. Við höfum lagt megin áherslu á að skapa forganginn á þessum svæðum fyrir almenningssamgöngur og fyrir virka ferðamáta. Í tillögunum það hefur tekist að skapa fullt sérrými fyrir í 70% leiðarinnar. Í 30% hluta verið að aka einhver leyti í blönduðum akstri. Í þeim hluta þó dæmi eins og Hverfisgatan þar sem borgarlínan þá með sérrein í aðra áttina en ekur þá í blönduðum akstri í hina áttina. Þannig að heildars hlutfall sérrýmis öllu hærra en 70% sem þarna dregið fram. Tímalínan, margir velta því fyrir sér hvenær þetta allt að gerast. Það meðgöngutími fyrir svona verkefni vissulega langur. Það þarf að ganga frá öllum þessum formlegu atriðum í skipulagsmálum. Við erum hér að kynna drög að aðalskipulagi þar sem frumdrögin fylgigagn með. Það hluti af undirbúningnum. Deiliskipulagsvinnan hluti af undirbúningnum líka. Umhverfismati hluti af undirbúningi. Og svo hönnunarvinna sem framundan næstu hönnunastig auðvitað kjarninn í því sem þessar áætlanir þurfa alltaf að spegla. Við gerum ráð fyrir að forhönnun hún raunin að hefjast, að hún muni liggja fyrir mitt næsta ár og síðan takjum við þá verkhönnun. Þá raunin hægt að setja fókusin meira á þau svæði sem fremst í framkvæmdaröðinni, svo má segja. Og þannig að framkvæmdir einhverju leyti geta hafist fyrr áður en allur undirbúningur liggur fyrir og það ekki síst í þá tilvikum eins og ég nefndi áðan þar sem borgarlínan kannski hluti af öðru verkefni eins og dæmum það Landspítalalóðin, dæmum það líka Hlemmtorg, það sem rauninni borgarlína innviðirnir bara einn angi af miklu stærri framkvæmd. Þannig að það einhver verkefni sem líkleg til að vera fyrr á ferðinni en svona þungin í framkvæmdanum að sjá fyrir okkur að sé árinu 2024 og fram á mitt ár 2025 og þá myndi akstur hefjast á fyrstu 2 borgarlínuleiðum og
bara svona til að setja það í samhengi, hér samandregin mynd að framkvæmdasvæðinu, þessir 14,5 kílómetrar, en það þýðir þá að 2 fyrstu stofnleiðirnar væri að breytast í borgarlínuleiðir. Og það þá annars vegar leið sem að aka alla leið ofan úr Grafarvoginum, þræði Grafarvogshverfið, fer yfir Gullinbrúna og á þessum punktælinu dregin fram í þá bara því göturými sem á þessu svæði. Það vill nú svo til að samgöngusáttmálinn gerir ráð fyrir að uppbygging á sérrými þarna svo síðar í ferlinu, en kemur svo í sérrými það sem á Krossamýratorgi og nýtur henni góðs af því hraðarlega séð alla leið niður í miðborgina, einmitt á þeim svæðum þar sem eru mestu umferðartafirnar árdegis og síðdegis. Það sama má segja rauðuleiðina, hún að koma alveg efst úr Vatnsendahverfinu í Kópavogi, ekur í gegnum Kópavoginn endi langan að Hamraborginni, kemst þá inn í sérrýmið og nýtur góðs af því einmitt það sem umferðartafirnar eru mestar árdegis og síðdegis á leið sinni til og frá miðborgarinnar. Við höfum verið að skoða líka, því að þetta liður í að þetta samþætt tillaga með þessari tillögu að nýju leiðanetti. Og hér sjáum við áhrifin hvernig þetta hefur á aðrar leiðir í því. Áhrifin eru miklu víðari heldur en bara þessar 2 leiðir. Það eru mjög margar leiðir sem eru þá stofnleiðir og almennilegir í strætókerfinu sem njóta góðs að sérrýminu á einhverjum hluta. Þannig áhrifana, bætingin í tíma, skilvirkni og áreiðanleika í strætókerfinu ná langt út fyrir þessar 2 leiðir sem eru dregnar þarna upp. Og þá komum við kannski að svona kjarna málsins. Við erum markmiðið í sjálfu sér ekki að klára framkvæmdir. Markmiðið að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur og raunverulegan valkost fyrir íbúa og gesti hér á svæðinu. Í dag erum við með leiðakerfi sem býður upp á það sem við myndum kalla gott þjónustig, það sem vagn á 10 mínútna fresti og það eru svona 24% íbúa sem í göngufjarlægð við þessa þjónustu. Tillögur að nýju leiðanetti að gera ráð fyrir því að 70% íbúa muni búa við þessa þjónustu. Það sem þetta stofnleiðirnar allar séu komnar á þetta þjónustustig. Til þess að geta breytt þessu leiðakerfi þá eru ákveðnar lykilframkvæmdir í lotu 1 sem liggja þar undir og þannig að áhrifin fyrir höfuðborgarsvæðið allt gríðarlega og nánast öll hverfi Reykjavík verða gríðarlega mikil strax og aðstæðurnar fyrir heimilin, fyrir að ferðast með öðrum hætti í dag höfuðborgarsvæðið og verða eiginlega allt önnur. Það mjög erfitt fyrir okkur eiginlega að gera okkur almennilega grein fyrir því. Annað sem skiptir máli þegar við erum að horfa á valkosti rauninni bara bæting í tíma. Og hér sjáum við svona dæmi bætingu tíma milli ákveðna punkta sem verða þá áhrif af þessari fyrstu lotu. Svo þegar næstu lotur bætast við þá verður þetta ennþá betra. En við sjáum að mjög víða alltaf helming eða meiri stytting á ferðatímanum miðað við hvað við þekkjum í dag. Og það skiptir líka gríðarlega miklu máli ef við erum að hugsa að stækka það hlutfall íbúa sem hefur þá almenningssamgöngur sem raunverulegan valkost. Að lokum vil ég benda ykkur aftur á heimasíðu verkefnisins, borgarlínunar og minna á að borgarlínuverkefnið og frumdragaskýrslan sem sagt fylgigagn með aðalskipulagsbreytingunni. Öll bakgrunnsvinnan, það má finna öll þessi gögn á heimasíðu verkefnisins og það má þá einnig koma að beinum athugasemdum með ábendingum eða fyrirspurnum beint til okkar sem að því stöndum samhliða þá því að gera formlegar athugasemdir við aðalskipulagið. En
Þá er ég búinn að fara yfir tillöguna. Má ég að bíða? Bara viðtalinu. Og ég ætla að biðja Stefán að koma einu megin. Já, kæra þakkir. Okkur hefur borist hérna nokkrar spurningar. Kannski þið svarið eða einnig hérna Ólöf Örvarsdóttir, Þorsteinn samgöngustjóri, Björn Axelsson, Erna Hrönn, lögfræðingur, Haraldur Sigurðsson. En ein spurningin er svona: hvenær er áætlað að borgarlínan komi í Hlíðarendahverfið, hverfi 102? Já, ég skal svara því. Það er mitt ár 2025, gera áætlanir fyrir 100 fyrir. Einn hérna hefur áhyggjur af því að það vanti forsendur til að gera almenningssamgöngur að sveigjanlegri til að allir geti nýtt sér þær án tillit til þess hvaðan þeir koma eða hvert þeir að fara. Er þetta eitthvað borgarlínan leysir? Já, borgarlínan er náttúrulega hluti að endurskoðun heildarendurskoðun á leiðarneti strætó, og þar er verið að koma með mun betri tengingar á austur hluta höfuðborgarsvæðisins, og ég vil bara benda viðkomandi á að annars vegar getur hann fundið góðar upplýsingar fyrirliggjandi tillögur hjá strætó. Það er umfjöllun þetta á okkar heimasíðu, og það er meðal annars hægt að komast inn í rauninni forrit hjá strætó eða svona hvað kallum við þetta, kortagrunn, og máta svolítið hvernig þessar tillögur sem liggja fyrir passa við ferðir þessa viðkomandi einstaklinga og til og frá ákveðna staða innan höfuðborgarsvæðisins. Já. Hér er nú ein sem sljómar svona: hvernig er tímalína þeirra verkefna sem framundan eru? Þið kannski fóru í það áðan, en geta rifjað það upp? Má ekki sína líka bara? Jú, sko, það sem er næst okkur í tíma núna er í rauninni forhönnun sem er næsta hönnunastig. Það er að hefjast núna, við getum sagt bara á vormánuðum. Við gerum ráð fyrir að forhönnun liggi fyrir mitt næsta ár, og á grunni forhönnunar verði þá lögð fram tillaga að aðalskipulagi. Á grunni forhönnunar er þá líka hægt að klára einhver deiliskipulag, allan að setja allar deiliskipulags áætlanir í vinnslu, og á grunni þessar forhönnunar er þá líka hægt að leggja fram frummatsskýrslu í umhverfismatinu. Þannig að það verður svona næsta risastóra varða í verkefninu verður mitt ár 2022. Þá hefst í rauninni verkhönnunin sem er þá brotið niður eftir því hvaða verkáfangar eru næst okkur í tíma, getur við sagt. Svo er hérna spurt: hver á að reka borgarlínuna, hver er áætlaður rekstrarkostnaður? Það var gert með samhliða samgöngusáttmálanum, var gert samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga að setjast niður og ræða reksturinn, sérstaklega þegar lægi fyrir rekstraráætlun, og það liggur ákveðin áfangi fyrir því á vettvangi sveitarfélagin, og ég veit ekki betur en að þetta sé bara til umræðu núna. Já. Spurt er: hvaða viðmið eru notuð bil á milli borgarlínustöðva? Já. Í drögunum að aðalskipulagsbreytingunni þá erum við að horfa að þetta sé svona almennt 450 til 500 metrar á milli stöðva og fari ekki umfram 400 metrana. 800 metrana fyrir ekki. Og næsta spurning: af hverju eru svona margar línur sem fara í gamla miðbæinn þegar það hverfi er hvorki með flesta íbúa eða flest störf, frekar en til dæmis hverfi eins og Laugardalinn? Já, það vill nú svo til að miðborgin er aðdráttarafl og við sjáum það svo sem vel bara á umferðinni daglega hvert straumarnir liggja á morgni og svo
hvert þeir liggja á þennan ákveðna punkt sem er kannski ekki bara miðborgin, hann er nú farin að teygja sig alveg eftir borgartúninu og svona, við getum sagt, svona vestan Kringlumýrarbrautar. Við sjáum þetta líka ágætlega í þeim ferðavinnukönnunum sem eru gerðar. Þá sjáum við ákveðið samhengi milli sem sagt, hvert fólk er að ferðast og það er eiginlega undantekningarlaust að mest ferðalag er innan hverfa en það sem kemur yfirleitt alltaf í öðru sæti er miðborgin sjálf. Og við sjáum þetta líka í þeim því samgöngulíkani sem spáir rauninni fyrir út frá samspili heimilis og vinnustaða og þjónustu, þá kemur þetta munstur líka. Þannig að það rímar allt saman, öll greiningarnar okkar ríma vel saman við í rauninni það sem við upplifum dagstælega við sem erum að ferðast til og frá miðborginni á morgni og síðdegis, að straumurinn er hingað. Já. Og almenni samgöngunar eru að faktískt séð að endurspegla það. Nú þá er spurt, má ekki bæta inn einu stoppi á Suðurgötu norðan við Hringbraut? Ég er ekki bæst bara að senda góða ábendingu inn og þetta verður tekið til skoðunar. Það er einmitt kjörið að senda á skipulag@reykjavik.is alveg til 31. maí. En það er samt spurt hér, væri ekki þjóðráð að auka tíðni núverandi stoppleiða strætó nú þegar? Strætó hefur rauninni verið að auka tíðnina, það eru 2 leiðir komnar á 10 mínútna tíðni og við sjáum ágætis samspil í ferðavinnukönnunum að það hefur áhrif. Það er hins vegar ákveðin vandi sem núverandi strætókerfi liggur sem er að glíma við og sem þessi heildarendurskoðun á svolítið að taka á og við erum sjálfur sér ekki að skipuleggja strætókerfið í heild, heldur rauninni samt er mjög mikilvægt að við fáum upplýsingar sem úr rekstrinum sem ríma við þá þörfina sem innviðirnir sem við erum að leggja grunn að ná utanum. Hér var að bera spurning. Það liggur fyrir að það verði mikil þétting byggðar við Ánanaust og við endan á Mýrargötu og ég sakna þess að sjá ekki borgarlínuna liggja eftir Ánanaust. Hver er ástæðan fyrir því að borgarlínan muni ekki fara vestur eftir Hringbrautinni, Ánanaust, Mýrargötu, Geirsgötu í staðinn fyrir að fara viðkvæmt svæði Tjarnarinnar? Já, sko, það er ágætt held ég að hafa það í huga að borgarlínuverkefni er að byggja utanum stoppleiðirnar sem eru til grundvallar í tillögum að nýju leiðanetti. Það er stoppleið sem er á þess, 2 stoppleiðir sem er á þjónusta þessu svæði sem er nefnt. Þær munu njóta góðs að því sérrými sem er verið að byggja. Ef ég man rétt að þá er Vesturbærinn ekki hluti af fyrsta áfanga sem er inn í samgöngusáttmálanum en er þá gert ráð fyrir að bætist við að honum loknum. En enga síður þá munu þessar leiðir, stoppleiðirnar sem breytast þá í borgarlínuleiðir sem þjónusta Vesturbænum, nýta sérrýmið að mjög stórum hluta sem er þá verið að byggja þá annars vegar í fyrstu lotu og tala nú ekki þegar þriðja lotan kemur sem er þá eftir endilangri Miklubrautinni að þá er rauninni að nást alveg gríðarlega mikil viðbóta skilvirkni í þessar stoppleiðir. Þannig að þær munu breytast í borgarlínuleiðir, þannig að borgarlínuvagnar munu aka á þessum svæðum þó svo sérrýmið sé ekki byggt upp. Fyrir, nú fyrir að styttast í þessu. Pavel ætlar að ljúka þessu ná eftir en kannski ein lauflétt í lokin. Já. Ef Suðurlandsbraut er til dæmis þrengd, er ekki líkur á miklum umferðartöfum, meðal annars með hliðsjón af aukinni umferð vegna stækkunar borgarinnar. Umferðartafir veldur aukinni mengun og kosta almenning
og atvinnulíf mikið. Hver getur svarað þessu? Ég held að það sé best að reyna að svara þessu á þennan máta með vísun í þá greiningar sem borgarstjóri kom inn á hér í upphafi, að við stöndum frammi fyrir þessu að borgin er að vaxa, samgöngu þörf íbúa, gesta, þess að vinna hérna er alltaf að verða meira og meiri. Við höfum séð það að ef okkur tekst ekki að koma með aðra góða valkosti, að þá verður, það er versta myndin. Þannig að vissulega hverfa ekki allar umferðartafir, en það eru valkostur fyrir fleiri að ferðast öðruvísi Suðurlandsbrautina sem mun í heildinni gera ástandi í umferðinni betra en það ella hefur orðið. Þannig að það er, síðan er rauninni bara með vísun í þessar frekari greiningar sem Stefán kom inn á hérna áðan, að við mun geta svarað í mun meiri svona nákvæmri hvernig þá, hvað er að gerast nákvæmlega við þessa tillögur sem er vel ekki fram. Við erum með svona grófumyndina í dag, en því verður svarað að mun meiri nákvæmni á næsta forhönnunarstigi. Já, kæra þakkir. Það verður semst hægt að horfa á þennan streymisfund áfram. Hann er geymdur inn á reykjavík.is /borgarlína og senda athugasemdir á skipulag@reykjavík.is fyrir 31. maí. Nú ætlar Pavel Bartosek, varaformaður skipulags- og samgönguráðs, að ljúka fundinum með nokkrum orðum. Annars þökkum við kærlega fyrir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk kæru áhorfendur sem fylgdust með og kæru frumældur fyrir ykkar góðu yfirferð. Nú ef við værum stödd í Reykjavík hér fyrir 100 árum þá gætum við gengið hér götur og hort á litla lest, keyrandi strætin, en það er ekki í dag. Þannig var það ekki samgöngusaga Reykjavíkur að við fengum hér járnbrautir til þess að flytja fólk á milli, og ég ætla ekki að dæma þær ákvarðanir. Þær voru þetta partur af heildar hugmyndafræði síns tíma sem Ísland var hluti af. Það var mjög víða sem á þessum tíma öld bílsins sem bílinn tók völdin, og víða þá gerðu menn kannski þau mistök jafnvel að leggja niður öflug sporvarnakerfi Evrópu sem síðan menn hafa verið tekið þátt í að byggja upp aftur eins og gerist víða lönd. Ég tengi það aðeins við alþjóðlegu þróun vegna þess að mér finnst við stundum tala okkur aðeins niður í Reykjavík. Mér stundum eins og fólk tali hér eins og við búum í einhverju algjöru þorpi. Fólk segir viljið þið fá borgarlínu, við erum ekki í New York. Það er rétt, við erum ekki í New York. Ef við værum í New York þá værum við að tala neðanjarðarlaust 1, 2, 3 línur. En við erum ekki í New York, þess vegna erum við að tala aðeins hófstillari lausnir sem eru borgarlínan. Við erum bara ekki lítið þorp, við erum, ef lítið til dæmis til Norðurlanda, þá erum við 11. stærsta borgarsvæði Norðurlanda. Og öll þessi svæði sem eru í sætum 1-10 annarkvort eru þegar með stór afkastamikil kerfi almenningssamgangna eða eru að koma sér upp þannig kerfum. Og sama gildir borgir sem eru fyrir aftan okkur í þessari röð. Þannig að við erum hluti af alþjóðlegri þróun og ég held að við getum verið stolt af þeirri vegferð sem við erum á. Mér langar að þakka öllum sem komu hér með spurningarinn á fundin. Það var alltaf aldrei spurningar frá Jóhannesi sem talaði ánanaustið, og það má alltaf til gaman að segja að þráttur að lestin okkar góða sé nú farin og ekki lengur að keyra götur, þá er ennþá á nokkrum stöðum leifar í borgarskipulagi af henni. Til dæmis beygjan frá ánanaustum yfir á Hringbraut einmitt, hún liggur svona sveig, og það er mér sagt að sé einmitt út af því að þar lágu lestarteinar. Sömuleiðis með fram Hörpunni er sveigja það sem Sæbrautin beygir, og sá beygjuradíus er líka vegna þess að þarna lá járnbrautarlest fyrir okkur. Þannig að þessar ákvarðanir fyrir mörgum árum hafa þó haft áhrif á skipulag borgarinnar, og ég hef svo sannarlega trú á þessar ákvarðanir sem hér er verið að taka muni hafa áhrif á skipulag borgarinnar einnig. Við höfum orðið vör við mjög mikið áhuga og mikla athygli á þessu verkefni sem sést auðvitað bara á þeim fjölmörgu hópu sem stofnaðir til að ræða borgarlínu, oft á gagnrýninn hátt, og það er bara mjög eðlilegt. Samtökum sem hafa verið stofnuð til þess að ræða borgarlínuna, fjölmörgum málfundir sem hafa haldið efnið, og ég hef ekki farið varlega því, taka þetta í mörgum og miklum umræðum á Facebook þetta
góða málefni og ég fagna því og teka á framtátt í því. Við höfum séð heilu vinnustaði skrifa bréf til borgarna og biðja að fá meinið þjónustu af hálfu borgarlínu, hvort sem það eru háskólarnir eða Landspítalinn. Við höfum séð fasteignaþróunarfélög sýna mikla athygli á því að stöðvar og línur séu staðsettar með tilteknum hætti. Þetta höfum við ekki séð í almenn samgönguverkefnum áður í Reykjavík. Við höfum ekki séð fasteignaþróunarfélög krefjast þess að strætóstöppustöð sé staðsett fyrir utan, annars muni allar forsendur með verkefnum hrynja. En svona trúin á verkefnum, svona áhuginn og það bara mjög gott. Ég vil líka segja það að ég vona sem flestir skili inn athugasemdum og ábendingum við þessi drög og það þegar auðvitað farið að gerast að menn eru að benda á ýmislegt sem á betur fara, en ég vil þó segja mína sína, ég held við höfum ekki að gefa neitt afslátt í megin forsendum BRT kerfana, það segja því að við þurfum að hafa gott kerfi sem býr upp á þægindi og mikla þjónustu í formi sérakreina. Ef við förum að gera afslátt af því að við getum sagt að við ætlum að hafa borgarlínu en hún þurfi ekki að hafa neinn sérrými eða einstaka útskot, þá erum við mjög fljót að gera einmitt það sem gagnrýnt að þetta verkefni geti orðið, sem það að búa til einhvers svona strætó með smá uppfæslu. En það viljum við ekki. Við viljum auðvitað hafa algjörlega breyting á hugafari með það hvernig almenningssamgöngur eru notaðar og til þess þá þurfum við að standa vörð grunnhönnunar forsendurnar. Ég mæli eindregið með mjög góður skýrslu BRT plan sem fylgir með í þessum gögnum, það sem farið í gegnum það hvað hægt að gera og það eitthvað sagt að borgarlínan geti hæglega orðið eitt af 10 bestu BRT kerfum í heimi ef að við pössum okkur einmitt á því að tryggja það að sérrými sé eins gott og hægt og það kannski ekki alltaf hægt í fyrstu atriðinu, möguleikarnir eru svo sannarlega staðar með því að tryggja góðan og enn meiri forgang á hverfisgötu í kringum tjörnina á fleiri stöðum, þá getum við búið til BRT-kerfi borgarlínu sem við erum svo sannarlega stolt af. Að lokum langar mig bara að þakka enn og aftur öllu sem hlýddu á þennan fund. Mér langar að þakka frummælendum enn og aftur fyrir þeirra góð og yfirgripsmikil erindi og segi þessum fundi slítið. Takk og áfram gakk.